hóparnir til og tilgangurinn var að rauninni að við næðum að fara til dýpra ofan í okkar hagsmunamál á hverju sviði. Ég ætla að vera með ykkur hérna næsta hálftíma. Var þá í rauninni Emil Thoroddsen, formanni málefnahóps Öryrkjabandalagsins skipulagsbreytingunum, var það þarna 2015, var þá verið að takk fyrir. Ég ætla aðeins að fá svona forvitnast bandalagið gekk í gegnum já, mikla breytingar með skipulagsbreytingum þarna á þessu tímabili og tilgangurinn var að hóparnir urðu til. Við næðum að fara til dýpra og varðandi málefni sem við tökum fyrir sviði. Þá var þá í rauninni það var til með þessari skipulagsbreytingu svo kallað málþing eða stefnuþing Öryrkjabandalagsins og það tengist málefnahópunum þannig að við bandalagið gekk í gegnum mikla breytingar með skipulagsbreytingum þarna á þessu tímabili og hóparnir urðu til. Síðan varðandi málefni sem við tökum fyrir, þá var til með þessari skipulagsbreytingu svo kallað málþing eða stefnuþing Öryrkjabandalagsins og það tengist málefnahópunum þannig að við förum þar inn með ákveðin svona stærri mál og svo því forgangsraðað á stefnuþingi hvað við eigum að fást aðalega við. En höfum þó náttúrulega rétt til þess að skoða líka það sem kemur upp og þarf að bregðast við. Nú ég er alltaf að frjósa myndin á mér, ég er að vona hljóðið. Þú frýst ekkert hérna. Sér þú mig alveg eðlilega? Það bara ég sem sé myndin. Já. Ég sé þig ekki koma inn á speakerviewið og það er eitthvað svona netið eitthvað hægt greinilega. Já, vonum að þetta verði í lagi. Já, þannig að stefnuþingin í rauninu svolítið svona ákveða hverjar áherslurnar verða inn í hópunum. Já, hver eru svona megin málin sem við fjöllum og bandalagið náttúrulega til þess að vinna að hagsmunum heildarinnar og við tökum svolítið mið af því. Við erum svona meira fást við kannski innviði og stærri mál hingað til, en síðan erum við líka í því að svara og gera athugasemdir við framgang ýmissa mála sem að snertir hópinn. Já, einmitt. Ég sé maður átti að skoða inn á vefsíðu Öryrkjabandalagsins svona helstu áherslu málefnahópana og svona ýmislegt það sem hefur verið í gangi og ég sé að þeir tóku fyrir í fyrra heilsugæsluna og voru með málþing þjónusta í þróun, hvað gerir heilsugæslan fyrir þig, var yfirskrift. Þannig að þetta svona líka kannski partur af þessu fræðsla líka. Já, þarna við fengum það hlutverk að skoða heilsugæsluna og áttum fundi með meðal annars þróunarsetri heilsugæslunar og til þess að ræða svona stöðu okkar fólks og út úr því kom í rauninni að það þyrfti betri kynningu á þjónustunni sem þar og við gátum jafnvel það verið að auka þjónustu innan heilsugæslunnar verulega. Okkur finnst það stundum ganga hægt en fólkið okkar veit líka ekki af henni, þannig að það má segja að þarna hafi verið komin í gang ákveðin þjónusta sem við gátum bara kallað leyniþjónustu vegna þess að mann gerði sér ekki grein fyrir því. Já, einmitt. Þannig að þetta málþing spratt út úr því í góðu samstarfi við heilsugæsluna og já, það heppnaðist ljómandi vel.
Þarna verið að taka inn sko náttúrulega aukin þjónusta varðandi sálfélagslega þáttinn, geðteymin, ákveðin sálfræði þjónusta, mjög takmörkuð reyndar ennþá, næringarráðgjöf og síðan bara leiðbeining varðandi hreyfingu sem þú getur stundað sjálfur og ýmislegt fleira. Alveg frábært. Svo vorum við líka að kenna fólki svolítið á heilsuveirum, eins og ég kalla hana, heilsuverum. Heilsuveiruna. Já, þessi nýja rafræna þjónusta sem komin. Já, sem alveg frábært. Þú kemst í sambandi við hjúkrunarfræðinga 1, 2, 3 og mjög mikilvægt að menn geri sig grein fyrir þessari þjónustu. Já, einmitt. Ég nota þetta mjög mikið. Finnst þetta mjög þægilegt. Líka bara með alla lyfjaendurnýjun og annað sko, ef maður er á miklum lyfjum, þá er þetta náttúrulega alveg gríðarlega tímasparnaður. Já, þetta það og mjög góð þjónusta. Þetta, manni svarað 1, 2, 3. Já, einmitt. Nei, við fengum það hlutverk að skoða þjónustuna og vorum svolítið hræddir að okkar fólk einangraði sig svolítið og skoðaði þetta ekki þessa möguleika. Þannig að þess vegna drógum við þetta fram. En við höfum líka komið að fleirum svona hlutum sko. Við höfum bæði verið með málþing kostnaðar þátttökuna. Við höfum líka vorum að þrýsta á framgang aðgerðaráætlun á sviði geðheilbrigðismála og reynum svona að grípa inn í og skapa þrýsting þegar á réttum tíma á mál sem í gangi og ganga seint en búið að ákveða að ganga í. Já, einmitt. Finnst þér, svo hafið þið verið svona að koma með álit á einhverjar þingsályktunartillögur eða eitthvað slíkt það ekki líka í gegnum tíðina? Jú, við veljum svona úr þar sem okkur þykir svona skipta okkur meira máli. Nú síðast var það til dæmis mótun endurhæfingarstefnu, það svona nýjasta pródúktið okkar og eins höfum við beitt okkur verulega varðandi það að varðandi kostnaðarþátttöku í hvað á ég að segja sálfræðingana, það er að segja að sálfélagslega þjónustan verði jafn aðgengileg því að hún hefur verið það dýr að okkar fólk hefur bara ekki átt þess kost að nota þennan farveg, jafnvel þó að hann skipti sko alltaf helmingi í meðferðinni sjálfri sko, vegi alveg jafnt á móti öðru eins og hreyfingu og mörgu öðru. Finnst þér vera hlustað almennt á athugasemdir frá okkar bandalaginu? Eða er þetta yfirleitt eitthvað svona frumvörp sem bara búið að plana ákveða útkomuna? Já, í mörgu, sko við verðum vör við það þegar við ræðum við hið opinbera eða fulltrúa þeirra að þeir þekkja okkar tillögur, þannig að þeir ná inn. En hvort að það gripið beinlínis á lofti og nota strax, það er allur gangur á. Því. Okkur þykir til dæmis, sko, menn tala mikið samráð og við búum nú ennþá við sýndarsamráð í þessu. Þetta litt fullmótað þegar að það kemur að okkur. Já, einmitt. Það reynir dálítið núna á endurhæfingarstefnuna. Við vorum mjög skýr í þeirri umsögn og lögðum til að settur á laggirnar annar starfshópur sem tæki við boltanum frá því tvíeyki sem að gerði það sem hingað til var gert, ágætis fólk og ágætis tillögur, en þær bara ná ekki yfir verkefni, þannig að það þarf að koma breiðari hópur, að móta frekari aðgerðir á sviðinu og við lögðum það til og eðlilega að þar sé breiður hópur haghafa í því og notendur með. Já. Við bíðum eftir því og erum náttúrulega bjartsýn. Þar til annað kemur ljós. Til annað kemur ljós, það fyrir við slíka annað. Já, einmitt.
Já, ég ætlaði að spyrja líka eins og bara þessi hjálpartækjamál. Hvernig er okkar fólk svona, finnst þér að vera svolítið alveg vel með á nótunum með hvaða réttindi það á? Eða er fólk vantar í upplýsingagjöfina þar líka? Þar, sko, varðandi fyrirkomulag hjálpartækja í heild að þá gerðum við svona í byrjun, það er eitt af þeim verkefnum sem kannski bara beðið sprottið út frá hópnum. Við gerðum ákveðna könnun og höfðum samráðsfund meðal fulltrúa félaga í Öryrkjabandalaginu. Já. Og gáum út úr því svona ákveðna greinargerð. Og í upphafi tíma þessara ríkisstjórnar, við vorum reyndar byrjuð að undirbúa það löngu áður, að þá höfðum við samband við heilbrigðisráðuneytið og ráðherrann tók þessa hugmynd okkar upp að það yrði að setja í gang starfshóp til þess að skoða. Við ráðum að samfæra sem sagt hana það að með okkar grunni sem var bæði byggður á lögfræðiáliti úrskurði varðandi ákærur og annað slíkt, að kerfið væri bara ekki up to date og það yrði að taka það til skoðunar alveg frá grunni. Sá starfshópur, hann skilaði af sér skýrslu fyrir ári síðan og rauninni svo ég gerir hlutina einfalda þá staðfesti rauninni starfshópurinn allt það sem við höfum sagt áður, að regluverki væri samkvæmt gamalli hugmyndafræði. Það skorti upplýsingar rétt fólks, það skorti upplýsingar hvað væri í boði. Já. Og það skorti einnig leiðbeiningu á flóknari tæki og fleira. Þannig að starfshópurinn lagði til að lagaumgjörðin, reglugerðirnar yrðu uppfærðar og þá leið aðlagaðar sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Og þar eru tillögur varðandi upplýsingamiðlunina. Þar eru tillögur það að heilsugæslan fái meira hlutverk varðandi að upplýsa og kenna og leiðbeina. Það þýðir náttúrulega að það þarf að fjölga iðjuþjálfum á þeim stað og það er skortur á þeim. Já. Við treystum þeim best til að gera þetta. En síðan er líka tekið á því að byggja upp betri, góða upplýsingasíðu þetta sem yrði á höndum einhverjar stofnunar, það er ekki ákveðið en í dag er þetta nú hjá Sjúkratryggingum og okkur í sjálfu sér, það er bara ákveða hvar á að byggja hana upp. Já, einmitt. Þannig að það er ekki hægt að sakast við okkar fólkum að það sé ekki upplýst. Það bara liggja ekki upplýsingar fyrir. Þú þarft að grafa fyrir, þú þarft að finna. Það er stundum talað kerfisfræðinga í hópi öryrkja. Það séu snillingar á kerfið. En innan fagfólksins eru orðnir kerfisfræðingar sem eru snillingar á kerfið líka fyrir sína umbjóðendur. Það má kannski ekki segja þetta, en þeir eru ekkert auðfundnir samt. Nei, einmitt. Ég upplifði þannig bara sjálfa með að ég fór á Reykjavík fyrir 2 árum síðan, eitthvað svoleiðis, og þá var verið að kynna fólk, hópinn sem ég var í, kynna okkur fyrir hjálpartækjum og alls konar, og þá einhvern veginn fattaði ég að já, ég hafði ekkert hugleitt einhvern veginn ýmislegt, ég geti til dæmis notað svona bretti ofan á baðkarið mitt og snúningslag og eitthvað svona hitt og þetta. Já. Og svo kom að ég að sækja fyrir fólk einhverju svona hluti og þá var einhvern veginn að tala það að já, það er bara hægt að sækja með eitt í einu og mér varst þetta svo sérstakt
Ég búin að hugsa þetta svo oft síðan að því, sko, þú veist, bara þetta sækjum eitt svona stærri hluti í einu. Og ég hef sagt, hvað með fólk sem að sko bara lendir í slysi eða verður, og í sumum sjúkdómum náttúrulega bara fallastu 1 fyrir 10. Þannig að hvernig þetta þá? Geturðu bara sótt þú veist, 1 stól eða, þú veist, þetta svo furðulegt. Ég þekki þetta ekki alveg, en bara ekki líklegt að það séu bara eintómi karlmenn sem vinna þarna upp frá. Getur bara hugsað eitt í einu. Það mætti þetta alveg rosalega skrítið. Rosalega furðulegt, sko. Að því sko, svona, hún sagði í svona stærri, það hægt að sækjum kannski með snúningslag og eitthvað svona, einhvern lítinn koll eða eitthvað, en svona stærri hluti, bara eitt í einu, svo verður að líða alveg mánuður eða eitthvað til að sótum annað. Mér finnst þetta alveg mjög sérstakt. Já, það sem í rauninni alvarlegt ennþá í þessu kerfi að hjálpartækjum úthlutað út frá sjúkdómsgreiningum frekar heldur en þörf. Og svona einfaldur hlutur eins og snúningslag, það getur bara skipt til dæmis máli hvaða gigtarsjúkdóm þú hefur ef þú átt að fá það. Í sumum úrskurðum hefur það komið fram. En hjálpartækin, þetta fyrirkomulag, þetta fyrirkomulag í rauninni eins og það samkvæmt gamalli hugmyndafræði, það bregst ekki við út frá þörf, en við erum á sama tíma að tala sko sjálfstætt líf. Við erum að tala atvinnuþátttöku fatlaðra. Við erum að tala að mennta fólk. Og við vitum það líka að til þess að tryggja fatlaðan á vinnumarkað þá þarf hann helst að vera með BS-gráðu eða BA-gráðu úr háskóla. Og hann gengur í gegnum ákveðið kerfi. Skilvirkt kerfi varðandi úthlutun hjálpartaka skilyrði á öllum þessum sviðum fyrir því að hlutirnir gangi upp. Bara alveg frá barnæsku að fólk nái að þroskast, taka þátt með öðrum. Skilvirkt hjálpartaka, það kemur inn á öll þessi svið. Í könnuninni, eða þessari úttekt, skulum kalla þetta úttekt, þá það ekkert allt í molum varðandi hjálpartæki. Ef þú ert komin inn á stofnun, inn í eitthvað kerfi, þá gengur það mun betur heldur en ef að þú ert á leiðinni þangað. Það að það erfitt þegar á að styðja þig til sjálfshjálpar varðandi atvinnu og ýmislegt annað. Síðan kostnaður við hjálpartækin á höndum, það óljóst í sumum tilvikum. Sumt hjá sveitarfélögum, annað hjá ríki og það tillaga í þessum frá starfshópnum að setja þetta á eina hendi og ég held að séu allir á því að það sé skynsamlegt. Það þá aðalega skólinn, það vinnan, atvinnan sem að þetta svona erfiðar allt saman. Í þau skipti sem að ég hef svona, komið að einhverju svona hjálpartækjamál og ég þurfti að sækja spelku hjá sjúkratryggingum á tímabili og ég bara, gat gengið með spelku en var svo kvalinn sko án hennar að ég bara gat ekki gengið. En þetta var samt svona tímabundið ástand, en kom mér frá því að vera bara farlama, sko. Eitthvað svona hálft ár eða ár. Og ég fekk alltaf synjun á spelkuna, en svo var mér bent á að sækja hjólastól. Þetta voru sjúkratryggingar. Og mér fannst þetta svo sérstakt, að því þarna, sko, voru þeir... Spelkan var alveg dýr og eitthvað svona, en samt, ég veit það ekki, hjólastól kannski, einhver svona einfaldur hjólastól mögulega ódýrari, ég veit það ekki. En það hefði sko táknað að ég væri mikið ósjálfstæðari.
Já, og gætir þá fengið spelkum, hugsanlega í áframhaldinu? Já, mögulega í áframhaldi, sko, ef ég væri komið í hjólastól, en mér finnst þetta svo furðulega afstaða, að sko hún sagði, kannski rétt á ekki getur svo hjólastól, og ég svona bara, já, en ég vil ekki hjólastól, ég vil geta gengið, þannig að þetta mjög sérstakt. Svo var einn vinur minn sem var með sko í bilaðan hjólastól, eða sérst hjólastól sem passa á honum ekki, hann var alveg sérst þurfti að nota hjólastól öllum stundum sko, en hann vildi láta laga hann og vissi sko, hann verkfræðimenntaður og hann vissi alveg hvernig hann ætti að láta laga hann. Já. En það myndi kosta eitthvað sko, en þeir vildu frekar hjá Sjúkratryggingum að hann fengi nýjan hjólastól sem kostaði sko einhverja milljónir eða eitthvað. Þetta er að láta laga hana gamla. Þannig að mér finnst það líka mjög spes. Þannig ég hef upplifað svona inn í Sjúkratryggingum að það hefur vantað svolítið svona mitt einhvern svona sveigjanleika og svona mannlegan þátt. Þeir nú eru hjálpartæki þetta er oft svona mjög persónulegt, eins og bara hjólastóll sem að þú þarft að nota alltaf. Já. Sko, eitt sem að kemur í ljós líka með sko kerfið í sjálfu sér, ég ætla ekki að taka upp hanskan fyrir sjúkratryggingar í sjálfu sér, heldur þeir starfa eftir leikreglum sem að þeim skaffaðar og það eru reglugerðir í dag sem eru úreltar að okkar mati og allra og þar eru jafnvel sko endanlegir listar með upptalning á því hvað þeir mega að gera. Já, einmitt. Þannig að þetta leiðir óhjákvæmilega náttúrulega til ósveigjanleika ef það ekki svigrúm fyrir það. Já. Maður hefur líka heyrt að það sé hægt að sveigja þá til en menn þurfa að kunna hvernig. Já, akkurat. Ég fekk á hendanum til dæmis spelkuna á sínum tíma eftir margar tilraunir. Ég held ég hafi sótt sko þrisvar. En það er alvarlegur hlutur að við skulum vera með bara úreltar leiðbeiningar eða hvað sem maður kallar reglugerðirnar eða viðmið sem ekki samkvæmt nútíma hugsun. Það er fullur vilji örugglega hjá öllum að starfa samkvæmt því. Síðan er náttúrulega alltaf spurning fjármagn og við vitum það. En varðandi þetta er bara fjárfestingarkostur í þessum málaflokki sem að margfalt skila sér tilbaka. Að fólk geti þroskast, geti menntað sig, geti tekið þátt í atvinnulífinu, tekið þátt bara almennt. Akkurat. Ná að fungera bara sem best í samfélaginu. Já, við höfum lagt mikla áherslu á þetta. Nú er ár síðan að skýrslan kom og við höfum verið að kalla á aðgerðaráætlun, það er að segja að ganga í þetta, taka ákvarðanir endanlega það hvar þessi upplýsingasíða á að vera, koma heilsugæslunni inn í hennar hlutverk, skilgreina sko, eða stíga þetta skref, bara taka þá ákvörðun, þetta verður á einni hendi. Við höfum ekki fengið þessa aðgerðaráætlun og erum kannski að fá svona drög að henni núna, eftir að hafa kallað eftir hlutum bara í þessum mánuði, þá eigum við að fá einhver viðmið til áframhalds. Þessi hugsun, þessi vinna okkar, hún er síðan mjög samstíga allri hugsun varðandi endurhæfingu. Þannig að við erum að móta endurhæfingarstefnu. Ef hún á að ganga upp, þá þurfum við að hafa skilvirkt fyrirkomulag hjálpartækja. Algjörlega. Heyrðu, þetta hangir allt saman, já. Heyrðu, en svo eru geðheilbrigðismálin og lyfjamálin svona samþykktar nýjar áherslur á hópnum og eru þið að sjá eins og COVID faraldurinn núna, heldur að þetta sé ekki að fara að hafa stórvægilega áhrifin í geðheilbrigðismálin?
Ég alveg sannfærður að þetta hefur áhrif. Ég hef ekki sjálfur sér kannanir eða eitthvað slíkt en það sem maður heyrir fólki og svo það sem maður heyrir líka bara frá fullfrísku fólki. Við þurfum á öðru fólki að halda, eiga samneyti. Þetta leiðir til einangrunar og ótta, vanlíðunar og ég veit ekki hvað sko. Og sérstaklega hjá hópum sem eru fyrir hendi, sko, svolítið í áhættu að loka sig af. Þannig að þetta eykur kvíða og þetta eykur þunglindi. Já, einmitt. Maður heyrir það. Svo maður svona, já, einmitt. Varðandi líka svo, biðlistana sem voru alltaf á Vogi og annað í þessum meðferðargeira. Já. Það líka svona, kannski kemur geðheilbrigðismálunum náttúrulega kannski við líka. Jú, og það lengjast líka allir biðlistar í aðrar aðgerðir á þessum tíma. Sem hefur alveg gríðarlega áhrif á stóran hóp fólks. Þannig að við erum nú sennilega bara í miðri baráttu við COVID-ið sko og við eigum eftir að sjá eftirköstin. Þau verða sérstaklega á þessu sviði, það að segja, geðheilbrigðissviðinu. Þannig að það verður örugglega nóg að baráttumálum fyrir heilbrigðishóp. Það það, við höfum 1 tíma í kostnaðarþátttökuna, við búum við kostnaðarþátttökukerfi lyfja sem hefur ekki verið endurskoðað. Þar eru lyfjaflokkar fyrir utan sem við viljum fá inn. Við lifum við nýtt kostnaðarþátttökukerfi varðandi heilbrigðisþjónustuna sem hefur ekki verið endurskoðað og þar eru hlutir sem að þurfa að koma inn og sumir vonandi á leiðinni eins og sálfræðiþjónustan sem við höfum horft á. Varðandi kostnaðarþátttökuna þá líka sko ákveðin þróun í þessu samfélagi. Það stór hluti, margir sérfræðingar eru samningslausir, starfa samkvæmt einhverjum gömlum texta og hafa síðan svigrúm sjálfir til þess að setja eitthvað umsýslugjald eða hvað sem þeir kalla það. Og þetta virðist bara að menn sætta sig við bæði hið opinbera og fagstéttirnar. Það er að segja að vera samningslausir og hafa síðan frjálst spil það að leggja þetta gjald á. Og ég ekki að segja að það sé ekki sko, hægt að rökstyðja eitthvað af þessum gjöldum, sérstaklega í ljósi þess ef að taxtarnir hafa ekki hækkað í samræmi við aðra hluti. En þetta hættuleg þróun, þetta svona brot á eiginlega sáttmála sko, sem hefur verið í samfélaginu milli notandans, fagaðilanna og ríkisins. Já, er ekki líka að tala að sérfræðilæknar séu með 17 mismunandi samninga í gangi? Það má vel vera, ég þekki það ekki. Ég heyrði það ekki. Það væri, staðan væri svo að það væri bara 17 mismunandi, það hefði verið samið þarna við sérfræðinga á Landspítalanum og þeir hefðu gengið út með 17 mismunandi samninga. Það er einhvern veginn alveg, sko, bara mjög svona ósamræmt kerfi í gangi. En ef þeir eru með 17 samninga og fara eftir samningunum og kostnaðarþátttakan samkvæmt því, þá segi ég bara ókei. En að hins vegar að þeir geti síðan lagt á umsýslugjald eiginlega að vild sjálfir. Sjúkraþjálfunin komin í þennan gír líka og þetta þýðir bara aukið kostnaðarþáttaka notenda. Algjörlega. Þetta bara þýðir ójöfnuður í aðgengi að þjónustu ef þetta heldur áfram. Þetta stór hættulegur hlutur fyrir okkar fólk og stóran hluta þjóðarinnar því það ekkert allir á einhverjum rosalegum launum. Einmitt. Nákvæmlega. Við þurfum að fylgjast með endurhæfingarstefnunni. Við þurfum að fylgjast vel með útfærslu á því sem að löggjafinn ákvað varðandi sálfræðiþjónustuna.
Stundum fyrir löggjöfin í taugarnar á framkvæmdavaldinu vegna þess að þannig eru þeir að grípa í rauninni frammi fyrir hendurnar á framkvæmdavaldinu og segja þeim til niðurgreiðið sjúkraþjálfun. Já. En það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því og hvernig það verður útfært. Já, einmitt. Heyrðu, þannig að við erum runnin út á tíma. Já, var hann svona fljótur að fara? Hann svo fljótur að fara. Þannig að sérstaklega maður að tala áhugaverða hluti. Já, við getum bara tekið aðra umferð og einangráð okkur þá við eitthvað eins og kostnaðarþátttökukerfið í heild eða kerfin. Algjörlega, það væri mjög fróðlegt að spjalla meira hvað við viljum fá inn og hvað við viljum, það er alveg möguleiki, bara alveg sjálfsagt. Heyrðu, bara ég fæ að heyri þér aftur síðar, Emil. Takk kærlega fyrir þetta. Já, sömuleiðis, þakka fyrir mig. Já, og ykkur áhorfendur minni ég á Facebook síðun okkar, Öryrkjaráðið, og við sjáumst næst. Takk.